Sæl öll sömul og kæra þakki fyrir að bjóða mér að segja frá þessu verkefni okkar, bókasafni í fjöltengdu samfélagi. Ég heiti semst Eyrún Ósk Jónsdóttir og verkefnastjóri fræðslu og viðburða á bókasafni Kópavogs. Og vorið 2024 að þá fengum við á bókasafninu styrk frá bókasafnasjóði fyrir fjölmenningarlegri viðburðaröð og styrk frá Nordplus fyrir þróunar- og samstarfsverkefni milli bókasafn Kópavogs og síðan Hasselholm City Library í Svíþjóð og Central Library of Lani Country í Íslandi til þess að bæta þjónustu við innflytjendur. Og við erum búin að heimsækja bæði þessi söfn og fræðast það sem að þau hafa verið að gera og höfum lært alveg ótrúlega margt áhugavert frá þeim líka. En þegar ég hóf störf á bókasafni Kópavogs fyrir 2 árum síðan, að þá tók ég eftir því að það var rosalega mikill fjöldi innflytjenda sem kom inn á safnið á hverjum einasta degi en bara til þess að prenta og notuðu ekkert meira þjónustuna á bókasafninu. Og það var einnig virtist vera þannig að margir þeirra voru óöruggir hvort þeir væru yfir höfuð velkomnir inn á safnið. Og sem dæmi þá man ég eftir einu atviki þar sem við vorum í afgreiðslu og 3 unglingspiltar af erlendum uppruna komu inn og ég sagði góðan daginn og þeir sögðu við erum bara að sækja bók. Og þú veist alveg svona eins og dauðhræddir en þau mætti ekki vera þarna. Þannig að þetta eitthvað sem við á bókasafninu okkur langaði svo til þess að breyta því að við viljum auðvitað að öll upplifi sig velkomin inn á safninu okkar. Bókasafni gríðarstaður fyrir alla. Og við hringdum því að stað þessu verkefni okkar sem snýr þar af leiðandi að því að koma betur til móts við allan þann fjölbreytta hóp fólks sem heimsækir bókasafnið á hverjum degi og líka að virkja innflytjendur betur til þess að nýta sér alla þá þjónustu sem þegar í boði. Þá máttu skipta glæru fyrir mig. Eitt af því fyrsta sem við gerðum og það sem okkur langaði að gera var að láta útbúa veggspjald sem tekur á móti gestum leið og þeir koma inn á safnið og sem sýnir á svona myndrænan hátt allt sem hægt að gera á safninu og undirstrikar að hér eru allir velkomnir. Þú veist, eitthvað sem yfirstígur orð og tungumál. Og við fengum hana Lóu Hlín Hjálmtýsdóttir, listakonu, hún hefur teiknað ofboðslega mikið fyrir okkur á bókasafni Kópavogs til þess að gera þetta dásamlega veggspjald og hún kom í heimsókn til okkar og bara kynnti sér alla þjónustuna og teiknaði þarna upp allt sem hægt að gera hjá okkur og síðan settum við inn á orði velkomin, stendur efst á íslensku velkomin og svo settum við þetta á öllum helstu tungumálum gestasafnsins og við fengum þau svolítið í lið með okkur, stoppuðu þau komu inn og bara geturðu skrifa þetta arabísku, geturðu skrifa þetta á filipeísku og svo framvegis. Og okkur fannst þetta svo ofboðslega fallegt hjá henni og skemmtilegt, þannig að við létum prenta þetta líka sem póstkort sem við svo réttum fólki þegar það kom og sagði you have printer og þá gátum við rétt þeim eitthvað og bent þeim á allt það fleira sem hægt að gera hjá okkur og það mátti skipta. Einn af fyrstu viðburðunum sem við fórum á stað með var viðburðaröðin Tala og spila og Lóa Hlín einmitt til gamans má geta teiknaði líka þessa auglýska mynd fyrir Tala og spila og þetta var viðburður sem við héldum alla laugadaga það sem öll þau sem vilja æfa sig í íslensku geta komið, tekið spil og æft sig að tala íslensku með aðstoð íslenskukennara. Við höfðum áður verið með svona viðburðaröð þar sem við vorum ekki með íslenskukennara heldur bara sjálfboðaliða og það gekk svona fólk var að afbáða sig og eitthvað þannig að það breytti rosalega miklu að geta núna bara ráðið íslensku kennara sig hélt utan þetta en síðan vorum við líka með sjálfboðaliða til að styðja við það og það voru sjálfboðaliðar frá Geta hjálparsamtökum og það
var rosalega ánægja með þetta framtak og það myndaðist þéttur hópur sem að mætti vikulega og hann kom í sumarfrí núna en mun hefjast aftur í september. Það var það. Með tala og spila að það náðum við til ákveðins hóps innflytjenda. En sjálfboðaliðarnir frá Geta sem að voru að koma á þessa viðburði komu á máli við okkur að gaman var að bjóða upp á eitthvað líka fyrir þau sem að ekki hafa tök á að sækja slík námskeið af því að þau eru með ung börn sem eru ekki komin á leikskóla eða til dagmömmu og hafa ekkert bakland. Þannig að þau hefðu ekki tök á að koma á þetta en vildi eitthvað svona sem að barnafólk gæti komið með á. Og á þessu opna húsi sem við höldum núna vikulega boðið upp á kaffi og veitingar og leikföng fyrir yngstu þátttakendurna og í framhaldi boðið upp á svona skapandi samveru, eitthvað svona föndur eða eitthvað svona sem að fjölskylduna geta gert saman eins og að perla, mála, sauma út og svo framvegis. Og þessu opnu hús eru rosalega vel sótt, það liggur við að salurinn okkar síðan verða og lítill fyrir þetta og gestirnir voru rosalega þakkláttir, við tókum eftir því að það kom alveg svona sérstaklega fram í afgreiðsluna bara takk fyrir að bjóða upp á þetta og við tókum alveg eftir því að sum börnin sem voru að koma voru ofboðslega öflug, hafa ekki verið í leikskóla og kannski búa í einu herbergi og það var mikil fjör, vildu alls ekki fara þegar þetta var búið og mörg þeirra hafa lent í miklum áföllum. Þannig að þetta var alveg krefjandi líka, en alveg ótrúlega gefandi að sjá, hvað þetta var að gefa þeim mikið. Og eins og maður segir, þetta gleðina og mótmælin þegar svo viðburðirnir voru búnir. En það var alveg, máli segja líka, þetta var alveg krefjandi líka, því þetta alltaf þetta bæði. Og það var næsta. Stór hluti þeirra innflytjenda sem hafa verið að koma á þessu opnu hús hjá okkur eru frá Venesúela og þau spurðu okkur hvort að það væri eitthvað svona áhugi fyrir því að þau myndi halda venesúelska menningarhátíð á bókasafninu og við tókum náttúrulega ótrúlega vel í það og í svartasta skammdeginu í nóvember að þá ákveðum við að halda hátíðina Sól í sinni og þau eiginlega bara undirbjuggu þetta sjálf. Það voru 150 manns sem komu á hátíðina og það var boðið upp á mat og drykk frá Venesúela og það voru hópur af konum sem komu bara og elduðu og voru að bjóða upp á matinn frá sér og síðan var tónlistaflutningur með dúett sem spilaði lög frá Venesúela og sögustund á spansku og það var svona föndrusmiðja eða fánasmiðja þar sem þau komu öll saman, bjuggu til skreytingar til að skreyta bókasafnið saman fyrir hátíðina og ég held að þetta hafi gert þessa hátíð svo dýrmæta, það voru allir hópurinn saman að gera allt og maður lærir alls konar, þegar maður að halda svona verkefni og ég rosa þannig þegar maður skipuleggi eitthvað verkefni þá bara þetta klukkan þetta og þetta klukkan þetta og svo fyrir við allir þetta og þau hlóinu svolítið af mér og bara já við gerum þetta í flæði og komum öll saman í flæðinu þannig að við lærðum alveg líka það alls konar leiðir til að gera hlutina en þetta var rosalega mikið gleði sem var þarna tónleikarnir sem við vorum búin að raða upp stólum af því að hjá okkur á bókasafninu sitja allir á stólum og horfa á tónleika en þeir voru mjög fljótt færðir og allir farnir að dansa þannig að það var svona aðeins önnur stemming en oft hjá okkur en já, það sem ég tók svo mikið út úr þessu var þetta hvað að gera hlutina saman með fólkinu hvað það dýrmætt og gerir þetta einhvern veginn miklu skemmtilegra og þegar hátíðin kláraðist og við horfðum svona í kringum okkur og bara við verum í allt kvöld starfsfólki að ganga frá en þá bara á ykkur korteri, þá voru bara allir 150 sem voru á hátíðinni bara eitthvað, nú gengum við frá og allir gengu frá saman eitthvað sem við ekki að venjast með Íslendingana þannig að þetta var mjög skemmtilegt
Í desember héldum við svo aðra hátíð og það var úkraínsk jólahátíð á bókasafninu. Þá vorum við með sögustunda úkraínsku og úkraínski jólasveinninn Sankt Nikulás kíkti í heimsókn og það var mikil gleði hjá úkraínsku börnunum sem að sungu úkraínsk jólalög og fengu gjafir frá Svenka og við buðum upp á kaffi og veitingar og þegar fyrsti Úkrænubúinn kom að ná í kaffi þá sagði hann, hvar sykurinn? Þannig við, sykur? Fórum að ná í sykurkar, eitthvað svona pínlítið og þá kom hann og setti 6 skeiðar af sykur úti. Þannig ég hljóp aftur upp og náði í sykurpokann og nú erum við búin að læra að þegar við erum með Úkrænubúann í heimsókn, þá þarf að kaupa sykur með kaffinu. En það einmitt áhugaverður punktur í þessari litlu gamansögu og það okkur hættir stundum til að líta á innflytjendur sem að einn hóp, eða þetta svona einn hópur og hann svona. En í þessu verkefni þá lærðum við rosa mikið að þetta eru ótrúlega ólíkar hópar með ólíkar þarfir. Og það hefði gengið alveg svo vel á venezúelsku hátíðinni, svo margir Íslendingar sem koma og við náttúrulega auglýstum þetta alveg í drasl og fengum fullt af, fólki að koma. Þannig að ég var rosa peppu og bara, opnum við ekki bara og auglýsum fyrir alla og allir úkraínsku jólahátíðina. Og þá kom alveg svona, nei, við viljum ekki fá neitt annan, við viljum ekki fara að auglýsa, það stríð í gangi. Við viljum ekki að auglýsa að allir Úkrænubúar á bókasafni Kópavogs á þessum tíma, sko. Þannig að þetta var, svona alls konar hluti sem kannski maður hefði ekki fattað, og það svo mikilvægt að spyrja fólk og bara hverjar ykkar þarfir og hvað viljið þið og svo hlusta þegar fólk segir. Þannig að úkraínska hátíðin var ekki auglýst, heldur bara á meðal Úkrænubúa. Á meðan allar hinar hátíðirnar voru það voru allir voða peppaðir fyrir því. Það var næsta. Eftir þessar 2 hátíðir að þá komu nokkrar máli við okkur sem einnig sækja opna húsið og eru frá Vestur-Afríku með þá hugmynd að þeir fengu líka að skipuleggja Vestur-Afríska matar- og menningarhátíð og við vorum með þetta heimilifandi glöð og þarna var komið smá svona, eins og maður segir, hefð fyrir þessu frá venezúelsku hátíðinni, þannig þarna komið miklu fleiri, það komið held ég yfir 300 manns á þessa hátíð og bæði, eins og maður segir, stór hópur frá löndum Vestur-Afríku en líka bara ofboðslega margir Íslendingar og við vorum með Dans Afrika kom og var með dans og trommusmiðju og við sem vorum að vinna vorum svolítið sveikta því við mistum okkur aðeins í dansinum og svo sama, þeir voru með mat sem þeir bjuggu til allir saman og sögustunda á ensku og einhverja svona smiðjur að dingra afrísku tákna smiðju og svo framvegis. Og svo að lokum að þá héldum við marakóska hátíð í samstarfi við félag kvenna frá Marokkó. Það var rosalega löng röð í hennatatúið, frétti ég. Mjög margir spenntir fyrir því og þannig vorum við líka með DJ frá Marokkó og þetta var síðasta hátíðin í þessari röð. Og eins og maður segir, hlutin búin að fréttast, þarna voru komið 420 manns, þannig að þetta sprengdi allan skalan hjá okkur. En önnur nýjung sem við buðum upp á í þessari, í þessu verkefni, það var erindarröð ólíka menningarheima. Við vorum með fyrirlestur friðarheimspeki búddismann og austræna menningu og þau íslensku samfélög sem dvelja hér á landi. Mjög áhugavert aftur talandi við höldum aftur þessi einn hópur, en það voru að segja okkur, það eru 17 ólíkir tegundir, eða greinar af Íslam á Íslandi. Þannig að þegar maður að tala Íslam, þá það ekki einn hópur. Þetta alveg rosalega margir, ofboðslega ólíkir hópar. Það komu til okkar feðgar sem voru frá Suður-Ameríku sem flóttamenn sem voru að segja okkur sögu sína og það var rosa áhugavert þegar hefði verið boðið í mat af þegar þeir komu inn fyrst af þáverandi forseta Vigdísi Finnbogadóttur og þeir bara skildi ekki hvaða útópíu land þetta var, það sem bara eitthvað forsetinn var að bjóða þeim í heimsókn. Og svo fengum við Satu Ramu til að koma til okkar og segja okkur sögu sína sem rithöfundur af erlendum uppruna og ég mæli með henni. Hún hrikalega skemmtileg.
þetta var alveg ótrúlega gaman. Og og þá höfum við verið með, sögustundir erlendum tungumálum og svo tónleikaröð, þar sem að innflytjendur deila tónlist frá sínu heimalandi og það var alveg rosalega mjög vinsæl viðburðaröð og ótrúlega skemmtilegt að kynnast öllu þessu tónlistafólki líka. Strax og við fórum á stað með þetta fjölmenningarátak að þá sáum við aukningu á að innflytjendur væru að nýta sér þjónustuna hjá okkur. Og ekki bara það, heldur yfir orðið mikil fjölgun á milli ára á gestum á bókasafni Kópavogs. Og eitt dæmi þetta að innflytjendur voru að nýta sér meira þjónustuna var að við erum alltaf með lesi fyrir hunda, mörg ykkur með það. Og áður en við fórum á stað með verkefnið að þá voru innflytjendur ekki að nýta sér það. En eftir að það byrjaði að þá hafa verið mikið að börn frá Úkraínu og Venesúela hafa verið að nýta sér lesi fyrir hunda til að æfa sig að lesa á íslensku. Og það var við vorum með úkraínska útsaumsmiðju sem fór fram á úkraínsku og íslensku og sama dag var lesi fyrir hunda. Og það hafði einhver samband úkraínsk móðir til að skrá strákana sína og þá þetta þannig, þú sérði eitthvað viðburð sem var, eins og maður segir, markasettur fyrir innflytjendur en að því að þeir koma á það, þá var bókasafnið komið á radarinn. Og þá fór það að sjá líka hina viðburðina sem voru í gangi. Og þetta var svona einhvern veginn bara opaslega mikið staðfesting að þetta actually að virka í reynd, ekki bara við sem að fá þá meira en á safnið, heldur þessi líka nota meira þjónustuna sem í boði. Og á sama tíma hafa íslenski lánþegar bókasafnsins lýst yfir ánægju að fá aðgang að svona fjölbreyttum viðburðum. Og mér finnst bara yndislegt að hafa fengið tækifæri til þess að, vinna því að skapa svona andrúmsloft þar sem að öll upplifa sig velkomin. Þetta ætti að vera, eins og maður segir, eitt markmið allra bókasafna. Og þann 11. september að þá ætlum við að halda ráðstefnu á bókasafni Kópavogs þjónustu við innflytjendur fyrir starfsfólk bókasafna og það eru öll velkomin. Og þá komu einmitt gestir frá samstarfssöfnunum okkar í Svíþjóð og Íslandi, muni segja svolítið frá því sem að þau hafa verið að gera líka. Og þetta verður bara rosalega áhugavert og við verum líka með fáum skemmtiatriði, tónlistamenn að erlendum uppruna og rithöfunda að erlendum uppruna. Þannig að endilega skráið ykkur á það. Svo bara, þakka ég kærlega fyrir og bara spurning hvort sé ykkur spurningar. Ein spurning hana. Takk, Eyrún. Sigrún. Hæ, þetta Sigrún Hauks. Takk fyrir þetta er mjög skemmtilegt. Ég nú sé tölfræðinni gegni og ég horfi á ofboðslega dapurlegar tölur safneign á tungumálum innflytja á Íslandi. Gerið þið eitthvað til þess að styrkja safnkostinn fyrir þetta fólk? Það sem við höfum verið að gera við erum rosa meðvituð hvar í raun að vera hægt að finna hlutina. Það til dæmis á bókasafni Kópavogs erum við bara með bækur á ensku en við höfum verið að vísa, eins og fólk hefur verið að spyrja bækur á pólsku, þá höfum við að vísa þeim inn í Hafnarfjörð eða bara panta fyrir þau til okkar og sömuleiðis á úkraínsku og Borgarbókasafninu. En nei, við erum ekki með, það verður ekki verið umræða hjá okkur með safnkostinn. Kannski bara fyrst varðandi safnkost á erlendu tungumálum, það rosalega erfitt að gera vel að þetta svo óbúslega mörg tungumál og ef maður ætlar að vera með áhugaverðan safnkost þá þarf hann að vera meira en bara nokkra bækur. Þannig að það alltaf mjög flókið en mér langaði bara að segja hvað gaman að fylgjast með starfinu sem þið eru að vinna í Kópavoginum og tek undir að það náttúrulega kannski bara svolítið hlutverk bókasafna að búa til betra samfélag. Hann bara vel gert. Takk fyrir það. Já, takk fyrir þetta. Katrín heiti ég, Borgarbókasafni.
Ég langar bara að spyrja, hvernig krækju í þetta fólk? Hvernig kynnið þetta fyrir þessum hópum? Það hjálpaði rosa mikið að fara í þessi samstörf. Það er að segja, þú veist, við geta hjálpa samtök. Þau voru í rosa miklum samstarfi við sérstaklega fólk frá Venezuela og vestur Afríku. En svo sendi ég post á svo sem yfir samræmda þjónustu flóttafólks og hælisleitenda hjá Kópavogsbæ og óska eftir að þau myndi kynna þetta fyrir þá sem var að nýta sér þjónustuna þar og þegar ég hef verið með einhverja viðburði svona þá sendi ég alltaf aftur á það bara eru þið til að láta ykkar notendur vita og við prentum líka út geta hjálparsamtök bað okkur að prenta út fyrir sér auglýsingar yfir allar þessi helstu hluti sem að fara með líka til Rauða krossins og en á engum af þessum stöðum voru til dæmis Úkraínubúarnir sem voru orðnir mjög stór hópur þannig við höfum sérstaklega samband við konsulant úkraínska sendiráðsins. Ég sendi bara sérstaklega að því að þegar ég var að tala við þessa hópa þá var sá hópur ekki að nýta sér neitt af þessu. Þannig að það fór í gegnum sendiráðið en hitt var í gegnum þessa hópa. Þá segi ég bara kæra þakki fyrir. Takk fyrir þetta. Takk, Eyrún.